Þá er það næsti liður, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og bæjarfulltrúum sjálfsagt í fersku minni að þá dróst bæjarstjórnarfundur verulega síðast, þannig að ekki kom til skýrslu bæjarstjóra. Þá hefur skýrsla bæjarstjóra ekki verið flutt síðan í júní á þessu ári. En þetta gengur svo vel fyrir sig að ég hef hér ágætis tíma til þess að fara yfir alla þessa mánuði. Nei, ég ætla ekki að þreyta ykkur á því. Ég heldur bara einfaldlega að fara yfir svona helstu atriði frá síðasta bæjarstjórnarfundi. Og nefna bara svona helstu punkta, gera það hér á örfáum mínútum. Það á þessum árstíma þá hefð fyrir því að fjármálaráðstefna sveitarfélaga sé haldin og öllum bæjarfulltrúum boðið að taka þátt í fjármálaráðstefnunni og við vorum þar flest ásamt hagskýrslustjóra og fjármálastjóra og bæjarstjóra. Og í tengslum við fjármálaráðstefnuna sem haldin í Reykjavík og var haldin í þar síðustu viku, að þá meðal annars haldin ársfundur Jöfnunarsjóðs og ýmsir aðrir fundir sem tengjast í rauninni fjármálaráðstefnunni sjálfri, meðal annars, svo ég nefni nú bara eitt hérna annað, að þá haldin sérstakur fundur stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga með fulltrúum landshlutasamtaka. Mér finnst þetta alltaf mjög mikilvægur fundur, það heyrir maður svona hvað að gerast í öðrum landshlutum, þó maður sé nú ekki alveg ótengdur því að þá mjög gott að taka smá umræðu það á svona sameiginlegum fundi sem í tengslum við fjármálaráðstefnuna. Þannig að ég og formaður Eyþings, Logi Már Einarsson, sátum meðal annars þennan fund. Við höfum verið að fara ofan í hjúkrunarheimilisrekstur og hjúkrunarheimilismál sem meðal annars leiddi til þess að hér var haldinn fundur með heilbrigðisráðherra í síðustu viku og opinn fundur sem haldinn var í Hofi. Ég ætla ekki að fara að rekja þann fund, heldur ég bara hér til þess að segja frá því sem hefur gerst. Við höfum jafnframt verið að fara ofan í rekstur hjúkrunarheimilina og við höfum reksturinn hjá okkur. Einst höfum við verið og erum að skoða það rammasamkomulag sem liggur fyrir að sveitarfélag þurfi annaðhvort að samþykkja eða að vera með eða ekki með í þessu rammasamkomulagi sem var samþykkt daginn hjúkrunarheimili. Við höfum verið að skoða varðandi húsnæðislögin og með stofnun aðgerðahóps í húsnæðismálum til þess að búa til húsnæðisstefnu og sú vinna að fara af stað, þannig að það er komið inn á borð til mín og undirbúningurinn að því. Við vorum líka að gengur hér frá undirritan samningi við skátafélagið Klakk í síðustu viku, samningu sem búið að ganga frá fyrir löngu síðan en loksins eru nöfnin komin á samkomulagi eða samningin. Það var líka hér síðustu viku var haldinn ársfundur Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og ég satt hann fyrir hönd sveitarfélagsins og svona bara ánægilegt að segja frá því að reksturinn gengur ágætlega, en eins og menn kannski muna þá tók ríkisvaldið yfir reksturinn árið 2014 af sveitarfélaginu og það er bara ágætt ef að ríkið tekur yfir rekstur og bætir í þetta fjármunum og það hafi þurft til, en það var sem sagt bætt inn í Heilbrigðisstofnun Norðurlands á milli áranna 2014 og 2015 500 milljónum. Þannig að reksturinn bara virðist vera í góðum málum í augnablikinu allavega. Síðan eru að skella á núna ráðstefnur sem tengjast norðurslóðamálum vegna þess að norðurslóðaráðstefnan í Reykjavík Arctic Circle núna í vikunni og það eru ýmsar ráðstefnur haldnar meðal annars hér á Akureyri í tengslu við það. Og ég var staddur og ávarpaði ráðstefnu sem heitir Annual Conference Arctic Boost og það sem var að fara meðal annars yfir samskipti Evrópusambandsins og norðurslóða. Eitt sem bara gaman að segja frá hérna líka og tengist bæjarfulltrúum að þekka, við höfum aðeins verið að ræða meðal annars í bæjarráði og tengist umræðu sem var hér líka í bæjarstjórn á síðasta fundi. Það er ritun fundagerða og eftirfylgni með þeim, bæði það varðandi fundargögn sem sendur út með fundaboðum og hvernig við ætlum að reyna að bæta okkur í ritun fundagerða og gera þær
hvað maður kalla það, gagnsærri eða skiljanlegri, bara einfallega, heldur en verið hefur. Nú síðan eins og við höfum bara verið hér í umræðum stjórnsýslubreytingar, þá þetta hefur mikill tími farið í það hjá mér að vinna í þeim málum, eiga fundi með starfsfólki og það munum vera áframhaldandi fundir á því. Ég ætla ekki að fara að ræða það neitt frekar, við vorum búin að taka þá umræðu og ég fór ágætlega yfir það líka hér áðan að okkar býður heilmikið verkefni í tengslu við það. Bara nefna það hérna að aðalfundur Eyþings átti að vera síðustu helgi en var frestað, ef maður rétt formað til 11. nóvember, er það rétt munið hjá mér. Nú síðan á morgun fundur Reykjavíkurflugvöll. Borgarstjóri mun koma hingað og eiga með okkur samtal Reykjavíkurflugvöll ásamt fulltrúum frá Isavia. Og til þess að segja líka frá því að þá er þriðji fundur samráðshóps um móttöku flóttafólks í Reykjavík á föstudaginn. Ég sitt í þessum samráðshópi og minna svo bara bæjarfulltrúana það að Fiskistofa ætlar að efna til móttöku, svona formlegra móttöku næstkomandi föstudag klukkan 5. Þannig að ég veit ekki betur en að okkur sé bara öllum boðið að koma þangað. Þetta nú svona í stuttumáli það sem hefur gerst frá því síðasta bæjarstjórnarfundi og það sem bíður okkar í þessari viku. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, hefur lokið máli sínu. Í lokin vil ég vekja athygli á eftirtöldum fundargerðum. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 21. september, bæjarráð 29. september, framkvæmdaráð 21. september, íþróttaráð 27. september, samfélags- og mannréttindaráð 20. september, samstarfsnefnd ferli fatlaðra 12. september, skipulagsnefnd 28. september, skólanefnd 19. og 27. september, stjórn Akureyrarstofu 15. september, velferðarráð 21. september. Hægt er að nálgast fundargerðirnar á heimasíðu bæjarins og segjum við fundi slitið klukkan 17:16.